Þetta var hörku lokaða leikur hjá okkur. Þetta var alvöru, stóð undir nafni, derbysleikurinn, þannig að þetta var svaka, það var marka súpa. Hann var búin að búa sig undir það, ég sagði nú fyrir leika, þetta er örugglega 6-8 marka leikur og úrvarð. En ég hundfúll að ná bara stíð í dag, það er helviti súrt. Hvað segirðu svona eftir tíðanbili? Já, svona, það byrjaði mjög illa hjá okkur. En seinni hluti búin að vera mjög góður, þannig að við förum í gegnum seinni umferðina með að tapa bara einu leik. Þannig að það var smá breytingar hjá okkur og fengum inn við menn og mistum menn. Og svona smollið saman bara verið góð liðsheild og flottur hópur hjá okkur seinni partinn. Þannig að maður að þannig sé sáttu við, maður reynir að líta á eitthvað jákvætt, þá var maður sáttu við seinni hlutan á tímabilinu en fyrir hlutin hann var mjög dapur hjá okkur og líka náttúrulega við vorum með mjög breytt lið og 23 leikmenn sem spiluðu í fyrra sem voru ekki með í ár og þannig að það tók svona smá tíma hjá okkur að púsla þessu saman. En við endum hérna í, hvað held ég, 6. sæti og það er svona ekki sem við ætluðum okkur fyrir tímabilið. Nei, þið ætluðu ykkur stærri hluti, ekki? Jú, klárlega, við ætluðum okkur að vera þarna allavega í toppartinu eða ykkur möguleika hérna í þessum leik og höfum að sjá mitt þegar töfluröðu komi fyrir móta. Þetta búið að gera svona aðskoti ofta að þessi lið lenda saman í síðasta leik og þá var maður nú að sjá fram að þessi leikur myndi skipta ykkur máli og það var kannski skýði aðeins á þetta, þessi leikur skipti voðalega litlu máli nema bara upp á þetta stolt og þannig að það sé nú oft töluvert. Hvað hefðirðu viljað sjá gerast betur hjá ykkur í sumar? Var eitthvað eitt sem þú getur bent á eða tvennt? Nei, kannski eitthvað eitt, það er bara kannski eins og ég sagði áðan að við vorum svona í púsluspili framan á móti og fengum náttúrulega innan Antetta frá Keflavík sem var náttúrulega gríðarlega öflugur og búinn að skora grimmt fyrir okkur. Og við náttúrulega lögðum svolítið áætlum að fá hann fyrir tímabilið en það gekk ekki upp. En þá hugsaði maður aftur á móti að þau fengið að fyrir hlutana þá væri hann eflaust að raða mörkunum fyrir Keflavík í dag. Þannig að þið fengum að lána þaðan. En það er eins og það er þetta tína til fullt af atriðum og það er bara eins og boltinn er að það er hluti sem alltaf gera betur. Hvernig var að fá Gumma Steinars inn í það? Það var bara mjög flott, virkilega gott og náðum bara vel saman í þjálfuninni og þannig að þetta er bara búið að vera gott samstarf og fínt að fá hann inn í þetta. Verðið þið áfram? Nei, ég ákveðið að hætta og þannig að þetta var síðasti leikurinn minn og þess vegna kannski ennþá súrar að ég lagði svolítið með að vinna í síðasta leik, kveðja svona með stæl en eins og ég er búinn að vera hérna í 3 ár og þetta er bara komið fínt í bili og komið bara öðrum einhverjum að taka við.